Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands fyrsti þjóðhöfðinginn til að hlaupa í kyndilhlaupi lögreglumanna. Guðni hljóp með kyndil frá lögreglustöðinni í Keflavík síðustu helgi og tók þátt í setningu Íslandsleika Special Olympics 2016 í knattspyrnu sem fram fóru í Reykjaneshöllinni. Keppt var í 2 styrkleika flokkum en markmið Special Olympics samtakanna að skipuleggja keppni sem gefur öllum jöfn tækifæri. Kyndilhlaup lögreglumanna hófst 1981 og hlaupið núna í öllum heimshornum, en þetta í fyrsta skipti sem þjóðhöfðingi hleypur með kyndilinn og hefur Ísland þar með brotið blað í sögu hlaupsins. Sjónvarpsvíkur þetta heyrði í Guðna þegar stuttur stans var gerður á hlaupinu við slökkvistöðina í Reykjanesbæ áður en hópurinn hljópað Reykjaneshöllinni. Guðni, þetta skemmtilegt tilefni hérna? Heldur betur, það gaman að fá að vera með góðum hópi fólks og taka þátt í því að setja þessa leika. Og hvað, þetta þetta ekki fyrsta heimsóknin til Suðurnesja, allavega Reykjanesbæjar eftir kosningu? Jú, við getum sagt það í svona opinberum erindagjörðum, þá það. Ég hef náttúrulega flogið út og þá ekki en þetta í fyrsta sinn. Já. Og hvernig var? Þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Hress hópur fólks, allir með sterkar skoðanir á enska boltanum og stjórnmálum og hverju sem fólki dettur í huga spjallum, þannig að ég hef skemmt mér stórvel. Ekkert buff? Ég með það hérna. En ég hef ekkert verið að láta það upp, það ekki þurrt. Það liggur að ég beðum að fá að setja það upp, að ég búin að gera svo mikið grín að þessu. Ég skal láta þeim hálsinn á mér, því að þetta líka flott. Ég hef heyrt frá miklum tísku tröllum að þetta sé málið. Já, það rétt. Og styrkja gott málið í leiðinu. Það ekki. Varstu að hlaupa með hann á Kjartan? Já, tók Hann mikill hlaupari. hlaupari. Við erum ekki alveg búnir, við ætlum að enda í Reykjaneshöllinni, þannig að það bara svona pása núna. Já. Já, þetta snýst allt að vekja athygli á Special Olympics. Þetta eru alþjóðleg samtök lögreglumanna sem við erum svona komin inn 2013, fyrst Norðurlanda, stoltir af því, en eru upprunlega bandarísk eins og Special Olympics og þetta snýst að fjárafla fyrir keppendur Special Olympics og svo líka vekja athygli á þessum samtökum, vegna þess að hreyfing, samvera, það gerir að sjálfsögðu öllu gott, en sérstaklega þeim sem standa kannski aðeins verr á fæti, að þetta dealbreaker, ef maður má sletta, í svoleiðis og margar frábærar sögur sem fylgja þessu. Það þarf oft svo lítið til og frábært að geta verið hluti af því litla og þetta gefur manni bara frábæra orku að vita til þess að kannski einhver einn keppandi sem heyrir af þessu svona og kemur þá, tekur þátt. Það eru allir velkomnir. Þarna hinn eini sanni ungmennafélags andi. Þarna allir jafnir, þarna keppt á jafningi grundvelli. Hvað þetta margir sem að keppa þetta nú? Ég nú ekki með tölun á hreinu. En það hefur verið lítið mál að fá forsetann til þess að koma hérna? Já, það var það reyndar. Það tók smá tíma, við vildum tryggja hann, en þetta hlófst auðvitað eins og svo margt annað með litlum tölvupósti. Morguninn eftir, þegar ég ætlaði að láta auka upplýsingarna sem gleymdist að senda með viðhengið, fylgja með, þá var þegar búið að færa Guðna þetta og hann þegar búinn að ákveða sig að koma. Þannig að hann frábær forseti, gott að hafa hann, mikil auglýsing, mikil heiður fyrir okkur og frábær landkynning sem fyrir Íslands hluta þessara samtaka að fá sjálfan forsetann með okkur í lið. Fleiri sem við... Hvað framundan hjá okkur? Já. Og hvað framundan hjá okkur? Já, það stærsta sem framundan að ég mun fá þann heiður að hlaupa með 100 lögreglumönnum víðsvegar heim í undirbúningi fyrir vetrarleika Special Olympics í Austurríki í mars. Og það ótrúlega mikill heiður fyrir Ísland fyrsta lagi að fá sæti og svo mikill heiður fyrir mig að fá að vera með þar. Þar koma lögreglumenn, eins og ég segi, alls staðar úr heiminum
hlaupa saman nánast þvert yfir Austurríki, í hollum reyndar, en þetta eins og fyrir alvöru. Eldurinn kemur frá Aþenu og hann færður á leikana og gífurlegur heiður fyrir lögreglumenn að fá að fylgja svona verkefni eftir. Þetta kostar náttúrulega einhverja peninga, þetta eru góðgerðarsamtök og við höfum svona verið að reyna að krunga saman til styrktar Special Olympics og til þess að geta halda starfinu áfram. Ég hef séð minn kostnað og það búið að sjá fyrir, en ég vildi gjarnan leggja eitthvað til og ég fæ kannski að henda inn á síðuna hjá einhverju leiðbeiningum þar sem að fólk getur lagt smá í púk.